svona hefur verið sérstök ánægja hjá SÁÁ með svona notendaviðmótið af því að það skiptir þá ótrúlega miklu máli að þeir skjólstæðingar sem eru að koma til þeirra í frákvörum þurfa ekki að læra á einhvern hugbúnað en það er engin þörf á því. Þetta er í LearnCove í hnotskurn. Hjartað í kerfinu er þessi miðlæga verkfærakista. Hún er tengd líka hæfnimiðun, hæfniþáttunum og í rauninni matsviðmiðum og grafísku sýn bæði nemenda og kennara á hver staða hæfninnar er eftir mat. Síðan erum við kannski ólíka því leyti að við erum að búa til samvinnunett, þannig að við erum að búa til stærri verkefni þar sem við erum að tengja saman í eitt vistkerfi marga skóla eða marga aðila sem eru þá með sína eigin miðlægu kistu og aðrir sem aðrir sjá ekki. Við erum fjarkennslukerfi líka sem við höfum þetta kannski reynt sérstaklega á núna í COVID, en í raun skiptir ekki máli hvort að nemandinn er í skólastofunni eða hvort að hann er einhvers staðar annars staðar að taka fjarkennslu meðan hann er að taka staðkennslu vegna þess að yfirsýn kennarans í rauninni tekur bara með því að stöðu verkefnana hvort sem það er fjarstað eða vendinám. Við erum með innbyggt spurningatól sem að gefur ýmsa möguleika á að þjálfa hæfni og leggja fyrir margvíslegar tegund af spurningum og auðvitað gera viðhorfskannanir líka. Kennsluforritin eins og ég talaði í byrjun eru mjög sterkur þáttur hjá okkur og í rauninni þetta að geta tengst þeim kerfum sem þarf að tengjast til þess að hlutinni gangi sem best og það hefur verið sérstakur fókus og náttúrulega mikil gróska í því líka í bland við annað. Og síðan erum við á lokastigum með svona það sem við kallum 360 gráðu mat þar sem að nemendur að meta sig sjálfur og það er jafningjamat og leiðir til þess að ná saman í eina mynd frá mati frá mismunandi vinklum. Og þessi fókus sem hefur alltaf verið svolítið sterkur frá grunni eins og ég nefndi áðan, það er þessi persónumiðun. Þó svo að kennari eða fræðsluaðili sé að setja efni fyrir á svona stærri grundvelli yfirleitt fyrir bekkinn eða sína nemendur og þá hefur hann tæki og tólin til þess að búa til svona sérstakar lærdómsleiðir fyrir sína nemendur sem að mæta þeirra áskorunum eða styrklingum hverja sem þeir eru. Og síðan það þessi tungumálastuðningur sem við erum búin að leggja mikla áherslu á nýlega og það er rauninni það að túlkar geta fengið aðgang. Það eru 107 tungumál með sjálfvirkri þýðingu, kennari og fræðsluaðili geta að tala saman á sitt móðmálinu og nú erum við að bæta við líka stuðningi við hugtök þannig að hvert samvinnunet verður með sitt eigið hugtakasafn þar sem getur útskýrt með mjög auðvöldum hætti ef það er eitthvað sem þarf að bæta við. Sérstæða LearnCove liggur eiginlega í því að við erum svona miðja sem tengir saman skóla, verkfærakistuna og hæfnimiðunina. Það eru mjög fjölþættir notkunarmöguleikar sem hægt að vinna og nýta eftir þörfum hvers fræðsluaðila. Það er mjög einfalt í notkunum, við lagt sérstaklega mikla áherslu á það, hvort sem er verið að búa til fræðsluna, miðlunni og deilinni eða bara fyrir notendur sem er að þykja hana. Og eins og nefndi áðan þá er þetta staðnám, fjarnám eða vendinám sem er með skýrri yfirsýn. Það er þessi persónumiðun til að mæta einstaklingsbundnum þörfum og svo þessi víðtæki tungumálastuðningur. Við erum í skoðun, við Heiða vorum í fyrra og kannski hluti af því að hverju svona tungumálastuðningurinn fékk svona mikla vikt hjá okkur var að við Heiða vorum að vinna fyrir félagsmálaráðuneytið í að stýra þarfagreiningu fyrir þessi miklu breytingar sem eru á sér stað gagnvart börnum sem var kynnt í frumvarpi á þingi síðustu viku og þar í rauninni hittum við 30 stofnanir og aðila til þess að taka saman svona þarfirnar og sjá svona hvernig kerfin var ekki að tala saman og hvernig er hægt að leysa það með tækni og þar urðum við rosalega sterkt áskynja í rauninni svona því að þá kom ju oft upp þetta samtal stuðning við erlendar fjölskyldur og í kjölfarið að verða til mögulega verkefni sem í skoðun með ráðuneytinu sem að snýra ráðgjafarstöðu innflytjendamála sem verið að stofna og það bara í skoðun hvort það sé hægt að tengja saman til dæmis þar útlendingastofnun og fjölmenningarsetur og verkalýðsfélögin og alla þá sem að koma að fræðslu til þessa hóps til þess að ná saman á einn stað aðgengilegum upplýsingum þannig að ef þú ert nýr ríkisborgari þá getur við séð í rauninni hvar þú átt að sækja rafrænt skilríki, hvar þú sækir í skóla og farð svona
bara mjög skýra sýn á það hvað þú þarft að gera sem ríkisborgari. Og með svipuðum hætti þá verið að skoða réttindaskóla fyrir verkalýðshreyfinguna þar sem tungumálastuðningurinn nýttur þannig að það mikið brot á erlendum starfsmönnum og erfitt að koma til þeirra fræðslu að það sé hægt að nýta learning code þannig að í rauninni stéttarfélögin tengist saman við ASÍ og mögulega BSRB þannig að þau nái utanum og fá að geti flett á sínu tungumáli í rauninni hvernig má semja laun, hver frírétturinn og hvernig má semja húsnæðismál. Verkefni eins og við sem varðandi framhaldsfræðsluna var rauninni að þarfagreina og meta hvernig þessi notkunarmöguleikar learning code geti nýst til þess að styrkja samvinnu í umhverfi framhaldsfræðslunnar. Og áskoranir eins og svona úr þeirri samantekt og nú vil ég taka fram að þetta ekki svona okkar skoðanir, heldur þetta meira bara það sem kom fram helst í þessum samtölum sem við áttum og það var fljótt mér ljóst og svona merkilegt að sjá og fyrir okkur að Símenntunarstöðin sinna náttúrulega eins og þið þekki best mjög fjölbreyttri fræðslustarfsemi. Mörg af þeim viðfangsefnum sem þeir eru með eru sameiginleg en önnur eru það ekki. Og það samtal til staðar en það fer meira svona fram á milli símenntunarstöðva og í persónulegum samskiptum heldur en miðlægt. Og ekki í rauninni til miðlægur vettvangur til að deila efni eða námskrám. Og verkefni sem eru styrkt af fræðslusjóði sem eru mér skilst að eigi að vera aðgengileg öllum að þau eru ekki kannski til einhver nærtæk leið til þess að ná í þau og nýta. Hæfniþættirnir eru klárlega auðvitað sannarlega nýttir í námslýsingum og auðvitað við uppsetningu á öllu efni en í rauninni ná ekki í beintengingu við framvindu nemandans. Við finnum að það aukin þörf fyrir sjálfvirk námskeið með og án leiðbeinenda og það auðvitað svo sem bara í öllum fræðslukerfum margir í þessari skoðun. Raunfærnimatið í dag ekki rafrænt fyrir innri og ytri matsaðila. Það við mögulega eitthvað hægt að samræma betur bara svona vinnuna milli FA og náms- og starfsráðgjafa, aukin áhersla á fjarnám og blandanám. Það eru styttri námsbrautir, þær eru ekki tengdar hæfniviðmiðunum sem eru undir 40 tímum það kannski út úr hæfnimyndinni svolítið og svo kannski var svolítið talað að það þyrfti að bregðast hraðar við breyttum þörfum atvinnulífsins. Og gagnvart fræðslu á þennan fyrirtækjum þá heyrist okkur að það væri svona þegar áætlun komin á fræðsluáætlun í fyrirtækjunum það væri stundum svolítið skortur á yfirsýn og framkvæmd sem og varðandi learning code og hvernig ef við reynum að tengja saman þessa punkta og hvernig learning code gæti nýst að þá gæti með sama hætti og ég farið yfir áður öðrum verkefnum learning code verið miðja sem tengir FA framhaldsskólana og þessi verkfærakistu. Og við það myndi myndast þetta miðlæga safn námskráa, starfaprófíla og efni sem tengist hæfniþáttunum. Og stuðningurinn þá bara mjög fjölbreyttur og bara stöðugt í uppfærslu hjá okkur til þess að styðja sem flest form og það skiptir ekki máli hvort það verið að nýta bækur eða verkefni eða spurningalista, myndbönd, matslista, hljóðskrár, skjöl, stafrænt námsefni eða að það bara hvers og eins að nýta en við reynum bara að vera verkfæri sem styður það. Og það hægt að halda efninu fyrir sig, það líka hægt að deila innan símenntunarstöðvarinnar eða svo innan framhaldsfræðslunnar í heild sinni eins og kerfið byggt upp hjá okkur. Og það varðandi það fljótlegt að sækja og breyta og nýta efni tengt hæfniþáttunum og þegar efni í svona miðlægri kistu þá þetta allt sem fylgir efninu sem oft svolítil vinna, tengingu við hæfniþættunum og fleira, það alltaf fylgir því áfram og þarf ekki að gera aftur því það bara kóperað inn á svæði þess sem maður vill nýta. Og þá eru svona með réttum skrefum möguleiki á því að hæfniþættirnir og þessi frábæra vinna sem á sér stað og við hæfnigreiningarnar að hún geti full nýst í framkvæmd til nemendana. Og með þessari tengingu hæfniþáttanna við efni þá gefst svona tækifæri líka fyrir nemendur að fá grafíska sýn yfir sína hæfni og matið og ekki síður bara þann kennara viðkomandi.
Samvinna verður auðveldari heldur en og alfarið í raun að forsendu hvers fræðsluaðila. Þannig að hver og einn getur í rauninni bara nýtt sér þetta tól eins og hentar hverju símenntunarstöð. Og og það efni til dæmis sem ekki ætlað til deilingar eða samvinnu sem bara stöðvarinnar og fleira, það samt ennþá til staðar bara og hægt að nota auðvitað bara sömu kistu en því það bara ekki deilt. Og síðan geta í rauninni náms- og starfsráðgjafar og matsaðilar mögulega samnýtt matslista verkefni og eitthvað mat til þess eða verkefni til þess að átta sig á sem nýtt kannski í raunfærni mati. Styttri námskrárnar en 40 tíma geta tengst þá kannski hæfniþáttunum ef efnið tengt í rauninni efnið tengt þeim og það verið að leggja það fyrir. Það kannski svigrúm til þess að hafa aukna ábyrgð nemenda á eigin námi með því að nýta matsviðmiðin. Matsviðmiðin þar segir fræðsluaðilinn, til þess að ná þessu mati þá þarftu að geta uppfyllt þetta. Þannig að hann getur verið með svona svolítið konkrét hvað hann þarf að gera, hvað hann þarf að bæta sig í. Og svo þetta að nýta þetta spurningatól fyrir viðhorfsmælingar nemendana sem mér skilst að geti verið áhugavert. Og síðan mögulega eitthvað bætt samræmingu við hæfni við framhaldsskólana. Við erum með svona ákveðna sjálfvirkar námsleiðir þar sem að í rauninni hægt að setja þér þannig upp hvort sem það leiðbeinandi eða ekki leiðbeinandi að þú þarft að klára einn hluta til þess að fá aðgang að þeim næsta. Þannig að nemandi getur í rauninni tekið námskeiðin á sínum eigin hraða og og þá jafnvel ef það án leiðbeinanda þá getur hann verið það eru líka samskiptatólin í kerfinu sem sáu kannski í myndböndunum. Þannig að þó það sé ekki leiðbeinandi nema til taks eða til hliðar, þá getur hann verið í samskipti við nemanda á svara spurningum og leiðbeindum eða vantar eitthvað stuðning. Og síðan það náttúrulega bara þetta með fjarnámið, staðnámið og vendinámið sem náttúrulega reynt sérstaklega við COVID og svo sem líka gagnvart þessum símenntunarstöðum sem eru með dreifðari byggð og kannski mikil keyrsla að þá sést þessi framvinda nemandans alveg óháð staðsetningunni. Það hægt að nýta Zoom, Teams og Google Meet sem hluta af námsbrautunum í fræðslu einingunum, þannig að það hægt að setja inn hlekki ef það hluti af einhverju lotu að mæta á einhvern fund eða taka Zoom-fund, þá hægt að nýta það inn í svona þessu heildstæða plani. Tómstunda- og réttindafulltrúar geta kannski minnka akstur og auki tímasparnað með aukinni fjarkennslu. Síðan auðvitað hægt að setja upp fræðslu áætlanir og vinna með fyrirtækjunum gagnvart þeim á þeim tíma sem hún á að gilda. Og gagnvart því kannski mikilvægt að taka fram að auðvitað náttúrulega bara fer áætlunin sjálf bara til viðkomandi fyrirtækis eins og venjulega, en svo geta fyrirtækin valið sjálf hvort þau munu þá nýta fyrirlögnina og þar erum við til dæmis í samstarfi í Landsmennt- og starfsmenntasjóðina með að þeir hafa lýst yfir vilja til þess að niðurgreiða fyrir rafrænt efni og fyrir rafræna fræðslu slík verkefni. Og þá gætu þau í rauninni hvort sem það innan úr námskeið eða bara námskeið á ykkar vegum eða hvernig sem það útfært, að þá gætu þau nýta áfram til þess að framkvæma sjálfa áætlunina og þar hafi þið yfirsýn jafnhliða. Síðan auðvitað bara þessi víðtæki tungumálastuðningur sem held ég að hjálpa mikið af því að stundum eins og mér skilst hjá ykkur að þá snýst þetta ekki alltaf bara íslenskukennsluna, heldur líka kannski einhverja verkkunnáttu og kenna fólki, í mismunandi námskeið alls konar tæki, þekking á tæki og annað. Og þar kemur inn þetta miðlæga hugtakasafn, það myndi það vera bara tengt líka, þannig að ef það verið að segja frá einhverju hvað ventill að þá þetta að útskýra það í nokkrum orðum í hugtakasafninu. Það virkar þannig að ef orðið kemur fyrir í texta, ef ventill kemur fyrir í einhverjum texta sem að kennari setur inn, að þá það bara auðkennt og þá getur við komandi fundið út hvað átt við. Svo það þessi möguleiki að það hægt að tengja upp á kennsluforrit og stafrænt námsefni tengt hæfniþáttunum til að mæta þessum framtíðarþörfum. Af því að þetta alltaf tækniþróun í því og við erum bara stöðugt að styðja
nýjustu tækni sem í þessari fyrirlögn. Og það maður sér líka fyrir sér nýja leiðir til talþjálfunar, hlustunar og ritunaræfinga með spurningatólun okkar og mögulega kennsluforritum í íslensku kennslu sem geta hjálpað til við að þjálfa slíkt. Það líka hægt að nota spurningatólið til þess að mæla viðhorfin sem ég nefndi áður og síðan í rauninni þó ég veit reyndar að það er vinna í gangi varðandi rafrænt raunfærnimat tengt innu og í rauninni þó svo að við séum með rafrænt raunfærnimat og sé að nýta svona þessa 360 gráðu möguleika að þá í rauninni það bara valkvætt fyrir hverja stöð hvort hvað hún vill nýta og í rauninni skiptir ekki máli og bara hver og einn ákveður fyrir sig. Ávinningurinn sem við sjáum í rauninni bara af þessari heildarmynd, svona í stóru myndinni bara í rauninni aukin samvinna myndi tryggja bætta nýtingu fjármagnsfræðslusjóðs og símenntunarstöða til eflingar menntunarstigsins á vinnumarkaði og þá þessi metnaðarfullu þróunarverkefni sem þið eru að standa á hverju ári og eiga að vera aðgengileg verða þá bara tengt hæfniþáttunum miðlægt og klár fyrir alla að nota og síðan myndum við að telja að auðvitað bara samvinna símenntunarstöða við gerð námsbrautana getur líka bara auki gæði námsins og fjölbreytnina. Það eru rosalega mikið gróska í öllum svona og svona mikla breytingar að verða stuttum tíma í þessari samvinnu að sé verða að búa til alls konar nýjar leiðir milli skóla og milli fræðsluaðila. Og þrátt fyrir að símenntunarstöðvar séu ólíkar að stærð og séu með mismunandi áherslu þá geta þeir nýtt LearnCo bara í rauninni eftir eigin þörfum og eigin uppsetningu. Og vegna þessari tengimöguleika LearnCo þá í rauninni hægt að mæta þessum síbreytilegu tækniframförum í kennsluförutunum og tengja bara þau verkfæri sem nýtast hverju sinni. Þannig að ef að kemur inn fyrirtæki sem vill geta kennt eitthvað í gegnum sýndarveruleika að þá í rauninni bara hægt að tengja það við og finna leið til þess að bæta því við. Framhaldsfræðslan lítur náttúrulega líka góðs af þeirri framtíðarþróun sem við erum að eiga í öðrum verkefnum í atvinnulífinu og í skólakerfinu, bæði heima og erlendis. Framtíðarsýnin sem kannski svona pínuð draumsýnin sem auðvitað ekki eitthvað sem við erum að ræða endilega í dag, heldur svona það sem við sjáum fyrir okkur að gæti orðið veruleiki ef það vilji fyrir því, að það yrði unnið framtíðarsýn þar sem nemandi eða starfsmaður á vinnumarkaði með svona vottað hæfnikort sem fylgir honum. Og inn í það sé metin bæði reynslan af vinnumarkaðnum, nám, innanhúsnámskeið og annað sem hann hefur sótt hjá sínu fyrirtæki svo fremur sem það sé vottað hjá ykkur. Og hann getur þannig farið inn í starfið, lært starfið og haldið áfram. Og ef hann langar að skipta starf getur hann skoða starfaprófíl, ef hann í móttöku í ferðaþjónustu og vill verða leiðsögumaður þá getur hann átta sig á því hvaða hæfni hann þarf að afla sér til viðbótar við gagnvart þeim starfaprófíl og skoða þá leið hvaða námsleiðir standa honum til boða innan framhaldsfræðslunnar. Og hæfnikortið yrði þannig svona ákveðin hvatning til aukins náms. Næstu skref í rauninni svona að lokum bara ef það áhugi til þess að nýta LearnCo sem þetta samvinnuverkfæri að þá væri næsta skref í rauninni að búa til þetta samvinnunet sem ég talaði áðan þar sem að þið eruð á sérstað samtengt og miðlæga verkefnakistan sé aðgengileg öllum sem vilja deila. Og engin önnur engar aðrar námskrár eða önnur verkefni úr öðrum kerfum að blandast inn í það. Og síðan auðvitað, sé vilji fyrir því líka, þá líka hægt að stilla samvinnuna þannig að símenntunarstöð getur ákveðið að vinna innbyrðis með tilteknum símenntunarstöðum við samnýtingu efnis. Þannig ef 3 stöður að vinna saman, þá geta þær deilt í innan þeirra 3 stöðva. Af því að auðvitað eru alls konar verkefni í gangi þvert á. En þetta rauninni svona kannski stóra myndin í hraðútgáfu, en endilega bara verið að duglega að spyrja og við reynum að eins og segi, svara öllum spurningum sem að geta komið upp og segja ykkur nánar svona það sem við sjáum. Spurningar eru komnar eitthvað spurningar, Lilja? Nei, það ekki búið að skrifa neina spurningu. Jú, nú kemur Er hægt að fá afrit af glærunum? Spyr Bryndís. Við getum bara senda út síðan á þá sem voru á fundi eða allavega
bara á hópinn. Það sem ég var að velta fyrir mér, af því að ég veit að það einhverju tilraunir farnar af stað, er það ekki rétt hjá mér? Það var búið að gera einhverju pröfu í tengslu við nokkrar símyndunarmiðstöðvar, bara kannski fá að heyra aðeins af því, mér finnst það svolítið spennandi. Já, það sem í rauninni ekki, kannski ekki að segja að sé farnar af stað, en við erum búin að vera í samtali, með virku samtali, ég veit að til dæmis Austurbrú þá er búið að vera að skoða og þeir eru náttúrulega bara líka búin að vera að skoða mörg tól og fleira að svona einhverjar pælingar mögulega með íslensku kennsluna og auðvitað kannski einhver rafræn námskeið. Það hefur gagnvart Símey þá var svona kannski þessi að meta þessi matsþáttur að prófa það á ákveðnum hópi sem þau eru með og í rauninni bara og virðist einhvern veginn rauði þráðurinn vera og það sem svolítið gaman auðvitað líka í þessu er að og svo líka svolítið verið að skoða þetta með að finna þú veist og bara prófa, það bara verið að skoða, fá kennara til þess að prófa námskeið og meta til dæmis eins og með þessi sjálfvirku námskeið og líka bara fjarkennsluna að í rauninni að geta tekið þessi fjarkennslu námskeið í þessari svona með og án leiðbeinenda eitthvað sem heyrist margir vera að spá í að því að það ókosturinn við svoleiðis námskeið þau kannski eru pínu kostnaðar sem í byrjun eða að vera búið til myndbönd eða eitthvað svoleiðis en svo á móti að þá náttúrulega þau fljótt kannski að borga sig og eru duga lengi fyrir vikið eða vanda til þeirra. Þannig að, og þá alltaf kannski líka þetta að þetta er ekki til að spurningum að námskeiðin séu þannig að það sé bara hver að fólk sé bara á eigin vegum en það alltaf með þennan aðila sem að halda námskeiði sem til taks því ég held að það sé svona frekar mikilvægur þáttur að þetta ekki bara svo að taka eitthvað online námskeið þú ert í vottari símyndunarstöðu sem mjög skýra stefnu og góðan stuðning og þó að fara þessa leið þá er það bara til þess að líka búa til svigrúmi þannig að þú getur verið að taka námskeið á þínum eigin tíma. Það er náttúrulega önnur áskorun að fólk sé að hitta á réttu tímana sem hentar því og fleira þannig að það getur líka opnað möguleika þar. Og þannig að í rauninni bara er í skoðun á nokkrum stöðum svona bara að byrja að prófa og starta og verða að leita kannski leiðbeinendum til þess að taka skarið. Það er náttúrulega frekar stutt síðan að við vorum í þessum samtölum og erum bara svona svolítið í þessu samræði. Og þetta verður þetta fyrir alla sem vilja að endilega bara vera í bandi. Já, Sólveig hjá Fræðslunetinu, hún er spennt að heyra meira hvernig kennarar og nemendur geta að tala saman. Já. Sitt á hvoru tungumálinu. Já. Ég alveg sammála, mér finnst það mjög spennandi. Já, það er svona, við vorum ótrúlega glöð að svona detta niður á þá pælingu. Við erum þýðingatóli sem við erum að nota Google Translate og sem þýðir það að þess vegna þessi 107 tungumál studd í rauninni og þar sem ensku útgáfa af efninu þá erum við að þýða frá ensku yfir á hin tungumáluna því þýðingin milli ensku og annar tungumál er þetta mun betri heldur en frá íslensku en auðvitað stöðugt að batna í þessum nýju máltækniverkefnum. Það varðandi tungumálastuðningin í samtalinu að þá virkar það þannig í rauninni að kennarinn með sitt móðumál, nemandinn hann búinn að opna fyrir hvaða mál má styðja við hjá viðkomandi nemanda og þegar þeir tala saman að þá í rauninni bara notaði sitt móðumál og þýðingatólið okkar þýðir samtalið í rauntíma. Og það var í fundarboðinu, það var eitt myndband sem heitir tungumálastuðningur sem sýnir í rauninni hvernig þetta flæði virkar í rauninni. En þetta kannski líklegt til þess að gagnast auðvitað best til dæmis í íslensku kennslunni þegar nemendur eru alveg nýir og eru bara að byrja að fóta sig, tala ekki ensku og við finnum, og það er í rauninni öllum verkefnum og finnum við mjög skýrt fyrir því að þetta er ótrúlega áskorun þegar að fólk getur ekki tala saman, þegar kennar og nemandi þó þessi allir að vilja gera þér,
að þá getur þetta oft hjálpa ótrúlega miklu þegar það að byrja og kannski eitt lykilatriði, þetta samt ekki hugsa sem einhver hækja eins og í íslenskukennslunni þegar að nemandinn komin með næga þekkingu til þess að geta tjáð sig og svoleiðis þá getur bara kennarinn tekið stöngin út. Þannig að þú veist, það bara mat kennarans bæði hvaða tungumáli vill styðja og hversu lengi. Valgerður spyr hvort þú sért með stutt dæmi til þess að sjá. Já, ertu að meina í tungumálastuðningnum? Já, í tungumálastuðningnum. Stutt dæmi þar segja svona úr kerfinu. Það spurning hvort að heiða. Það var kannski helst. Já, það spurning hvernig væri best að sýna grafískt. Erum við með varðandi tungumálastuðningin. Það kannski best að skoða þetta svo sem í myndbandinu, af því að það farið yfir flæðið þar. En sem sagt, og kannski af því að við þurftum að logga okkur þá eins og nemandi og kennari væntanlega samtímis í að sýna það. Já, Valgerður kemur með viðbótarspurningu ef ekki. Já. Þá hún að velta fyrir sig hvort að sé hægt að prófa og þá spyr ég kannski framhaldi, hægt að fá svona innlit bara fyrir áhugasama sem að þekki þetta ekki og hafa ekki fengið kynningu á kerfinu áður, að fá svona eins og bara pröfu aðgangi eitthvað tíma til þess að svona átta sig á hvernig þetta virkar allt saman. Alveg sjálfsagt og bara endilega sendið á mig með gunnar@learncof.io og bara hikið ekkert við að senda og við græjum það og þetta líka bara fyrir þá sem að kynnast því að ég að fara alltaf rosalega hratt yfir sögu og svona og þetta miklu dýpri mynd og gaman að sýna þetta líka tæknilega hvernig þetta virkar í framkvæmd þá bara alls endilega bara verið í sambandi og við getum þá líka kannski smalað í annan fund þar sem við getum farið nánar yfir tækniþættina og hvernig þetta gerist í gagnvart framhaldsfræðslunni. Það sem við getum gefið okkur tíma í svona tæknilega hlutan og að skoða inn í kerfið. Ég áttaði mig á því að ég var mjútuð áðan þegar ég var að reyna að svara einhvernig. Já, það er svolítið, ok. En ef þið vilja get ég náttúrulega spila, þetta 4 mínútna myndband tungumálastuðningin. Viljið þið fara örstutt yfir það hér eða viljið þið frekar skoða það eftir? Það er spurning. Þú getur skróla kannski bara á þann part sem snýr að samtalinu. Já, akkurat, bara örstutt sína þann hlut. Það er að stytta það svolítið. Ég hægt að deila væntanlega hjá mér. Ég skal bara deila því. En þá, þarf þú væntanlega mitt að hætta að deila. Væri mjög til í það að segja Sólveig, þannig að ég ætla að... Frábært, mjög gott. Ok, flott. Má sjá. Nú ætla ég að finna hvað ég hérna. Já, ok, nú ertu komin inn, glæsilegt. Ok, sérðu skján myndbandið? Já. Já, flott. Ok, ég ætla sem sagt að ég er búin að fara inn í svona mitt myndbandið þar sem við erum að fara yfir samtalið á milli kennarans og nemandans og hér sem sagt nemandinn að skrá sig inn og mun opna og skoða á sínu tungumáli eitthvað sem að kennarinn bjó samt til á íslensku eða ensku. Og þar sjáum við hvernig nemandinn getur síðan spurt kennarinn spurninga. Ef ég opna þessa sömu námslotu þá sjáum við að ég sé þetta á mínu tungumáli. Og kannski til að nefna að þá hér fyrir neðan þá get ég átt samskipti við minn kennara. Hér var ég búin að senda skilaboð á filippísku. Ég skildi þetta ekki sjálf, en við skulum kíkja aðeins yfir á kennaraaðganginn, hvernig þetta kom út á þeirri hlið. Hér sjáum við sem kennari að ég sé þetta á íslensku. Ég get séð upprunalega textann líka á filippísku og ég get líka skoða þetta til dæmis á ensku, af því að þýðingin geti komið betur út þar. Þannig að á þennan hátt get ég átt samskipti við minn nemanda og ég get þá svarað honum annaðhvort á íslensku eða ensku
til þess að koma áleiðis skilaboðum til nemandans. Og hér á aftur við, það í rauninni best ef maður getur gert þetta á ensku en það virkar alveg á íslensku. En þýðingin í rauninni alltaf best á enskunni. Þannig að ef við kíkjum núna aftur yfir á nemendaliðina, þá sjáum við hér í bjöllunni, kennari var búinn að svara, ég sé þetta á mínu tungumáli, en ég get líka að sé þetta á upprunalega tungumálinu. Og þetta svona í fljótu bragði, hvernig þetta virkar. Nú þarf ég að finna ykkur aftur. Þetta það deila hjá mér. Svona. Einmitt, og þó kannski líka að bæta því viðvarandi, þú veist, þegar varandi túlka aðganginn sjálfan, því við fórum ekki djúpt í það, að það auðvitað allt efni sem hægt að túlka faglega er auðvitað alltaf best og betur en sjálfvirk þýðing. En þar fær í rauninni túlkurinn líka Google í rauninni tillöguna til þess að laga, túlkurinn eða kennarinn. Þannig að það kemur kannski, þú veist, ef hann ætlar að fara að þýða yfir eitthvað annað tungumál, þá fær hann tillögu og þá í rauninni getur hann nýtt sér hana til að laga í staðinn fyrir að þurfa að gera hann algjörlega frá grunni sem að líka spara tíma í öllum þýðingum. Þannig að já, það spurning. Já, Valgerður spyr hérna, flott að sjá, en veistu hver góð þýðingin er? Væri gott að sjá þetta til dæmis á tungumáli sem að maður hefur góða innsýn í? Algjörlega. Og já, er einhver hérna sem skilur filipísku, spyr hún. Já, það mjög góð spurning. Alveg klárlega, en það í rauninni er það sem við erum að horfa á, og þýðingin er bara jafn góð eins og Google Translate þýðingavélin er. Og það er svona svo besta sem að við í rauninni vitum af í rauninni og með svona breiðan stuðning, og þar er bara, og það er alltaf bara stöðugt verið að vinna því að bæta þýðingar á milli, þó svo hún sé ekki alltaf fullkomin og stundur svolítið hjákátleg, þú veist að þá er kannski þegar að kemur að þessum nýju nemendum eða ríkisborgurum eða fleira, þá er þetta kannski, það getur eitthvað verið kjánalegt, en þeir ná þá allavega skilningnum eða hvað efnið er eða grófu myndinni, þó það sé kannski ekki fullkomin þýðing. En svo held ég að við eftir að sjá töluverðar breytingar auðvitað úr þessum máltækniverkefnum sem í gangi hérna á Íslandi og fleira, sem eru miðað því að láta tækin tala betur, þú veist, í rauninni og bæta þessar leiðir, að við eftir að sjá á næstu árum þetta batna töluvert, en það batnar auðvitað bara eftir því sem að þeim verkefnum vindur fram. Eru fleiri spurningar? Já, hérna kemur eitthvað. Velti fyrir mig næstu skrefum felast þau í hver fræðsluaðili hefur samband við Learncof ef áhugi fyrir, eða mun FA fræðslusjóður taka næstu skref? Þetta er Guðfinna sem spyr. Ég er þessi fundi var náttúrulega hugsað meira til þess að ná samtali og bara svona heyra og átt okkur á hvort þetta sé sem eitthvað sem við sjáum fyrir okkur og getum nýtt sameiginlega eða hver fyrir sig. Ég er ekki, þú veist, það hefur ekki verið rætt hér neitt varðandi fjármögnun á svona sameiginlegu kerfi. Við erum að greiða fyrir bara ákveðna hluti. En annað, sem að mér finnst kannski svolítið áhugavert í þessu módeli, það er hvernig þið hugsið greiðslumódelið. Það er aðeins öðruvísi heldur en mörg önnur LMS svona kerfi. Akkurat. Ég skal einmitt kannski fara aðeins yfir það og eins og segja bara og endilega bara að því að nú er þetta snýst þetta einmitt líka bara að þið fá tækifæri til að prófa Learncof og kynnast í, þannig að endilega bara verið í sambandi ef þið áhuga að skoða og fá nánari kynningu og svoleiðis, og við getum þá ef það eru margir eins og segi, þá getum við kannski smalað okkur saman og kannski tekið þetta svolítið út frá framhaldsfræðslunni og haldið samtalinu áfram. Það sem að og að gera það, af því að við viljum endilega sýna ykkur dýpra heldur en við förum yfir þessari kynningu. En varðandi verðlagninguna þá verðlagningin okkar í öllum okkar verkefnum gengur út að bara virka notendur. Og þannig að í rauninni hvernig sem að símenntunarstöð myndi ákveða að nýta tólið, þá er það bara byggt á því á þeim notendur sem eru virkir. Þannig að það er þá væntanlega alltaf tekjur á móti þegar kostnaðurinn er hjá okkur. Þannig að við byggjum mótilið þar sem við erum að rukka einhver rosa notendagjöld og einhverjar áætlanir og fleira.
og það líka hvati fyrir okkur til að vera stöðugt að bæta verkfærið og gera það beittara og fjölhæfara þannig að sem flestir sjá sér hagi að nýta það. Og ef ein símenntunarstöð vill nota þetta til fjarkennslu, önnur vill nota þetta í eitthvað svona mat, önnur vill, þá í rauninni það bara, algjörlega bara undir hverju einni stöð komið, hvernig það hentar inn í verkfærakistu símenntunarstöðvarinnar. Af því að eitt af því eins og ég kom fram með að þetta eru þarfir ykkar líka ákveðin liti ólíkar. Og svona verið að vinna, eins og segja, sumverkefni sameiginlega og maður sér alveg skýrtækifæri í þessum samvinnuþætti og eina sem kannski varðandi næstu skrefin í gagnvart heildarmyndinni, það segja næstu skrefin svona í að taka skrefi til þess að þetta samvinnutól getur orðið að veruleika væri þessi samtenging og hvenær sem hún ákveðin eða svoleiðis, eins og Lilja talar að þá snýst þetta náttúrulega bara að taka samtalið sko að hvernig ykkur líst á og hvað þið sjáu fyrir ykkur tækifæri kost og galla. Já, það var mjög gott að fá þessa spurningu fram samt, Guðfinna. Algjörlega, virkilega. Einhver fleiri spurningar svona allan ekki komið í tjattinu? Nei. Jú, allan kemur eitthvað. Hvernig gengur að tengja milli kerfa? Guðfinna. Við erum með tiltekið skráningakerfi og margir að nota innu og sjá. Kannski heiða hægt að tengja til dæmis milli til að þáttakandi notandi þurfi ekki að vera skráður á mörgum stöðum? Já, ég skal taka þannig alltaf. Við erum mjög opin fyrir því að gera þær tengingar sem þarf til. Þannig að þá það eitthvað sem við myndum það bara taka með hverju stöð fyrir sig eftir þörfum. Þannig að við viljum hafa þetta sem einfaldast og þurfum ekki að fara að flytja notendur á milli kerfa, þannig að það klárlega eitthvað sem við myndum það bara skoða. Það svona rauður þráður kannski í okkar verkefnum, í þessum stærri verkefnum við erum bara stöðugt að finna leiðir til þess að láta hlutina ganga betur, hvaða leið sem það er. Að ekki á forsendum okkar hugbúnaðar, heldur á forsendum þess hvernig þetta þarf að ganga í fræðslunni, hvaða tíma hlutinni taka, hvort það sé að finna leiðir til þess að minnka handavinnu. Það þarna í barnaverndarverkefninu öllu þessu snýrist þetta allt þetta, það bara að stytta leiðir, og tryggja það svona pínlítið allir gangi í takt og það kannski það sem eins og ég nefndi í kynningunni, það sem maður sér svona kannski helstu tækifærin í samvinnu að maður finnur að það eins í skólakerfinu og í raun öllum fræðslukerfum að það verið að vinna rosalega mörg frábær verkefni, en það kannski verið að gera það á 3-4 stöðum á sama tíma. Og það sem að í rauninni bara mögulega hefði verið að vinna saman með. Þannig að það alltaf bara í rauninni bara svona þessar bestunaleiðir og ef það tenging í einhverjum öðrum kerfum, eitthvað sem þarf að færast yfir til þess að spara tíma, þá við auðvitað bara opin fyrir því algjörlega til þess bara að ná saman þessari mynd sem best. Já, Bryndís hjá FS spyr hvort þessi rétt skil að vera hægt að tengjast við Litmus Heroes fræðslukerfi eða Elumi, eða eins og Elumi gera, hún spyr það. Já, það sem við höfum verið að skoða kannski í þeim efnum, þetta góð spurning, það sem við erum að skoða núna og erum að velta fyrir okkur í þróunaráætluninni það sem svokallaður SCORM-stuðningur og flest þetta eins og efni frá Litmus Heroes á SCORM-formati, þannig að í rauninni þá þetta að flytja úr Litmus Heroes efnið og taka það inn til okkar með mjög auðveldum hætti. Þannig að ef það verið að nýta sér efni úr öðrum söfnum og svoleiðis þá sé auðvelt að bæta í bankann. Það einmitt svona liður í því að reyna að láta hlutina ganga bara sem hraðast. Ég vil samt taka fram og kannski mikilvægt að koma fram og kannski sýnir það betur í svona tæknilega þættinum að það mjög fljótgert að búa til efni í Learncof. Þetta hljómar rosa mikið að búa til verkefnabanka og allt það. En leið og bara, og það alltaf að ákveða hvaða skref best að taka í því. En bara að byrja að setja inn jafnvel eitthvað verkefni sem eru til eða bara þau verkefni sem verið að gera eins og þróunarverkefnin mjög fljótt að byggjast upp smátt og smátt. Þannig að þetta aldrei fullkomin í byrjun og bankinn náttúrulega byrjar kannski rólega
en svo það bara ykkar að meta hversu hratt eða stíft þið viljið fara inn í þá vinnu, þú veist, það bara í raun og svolítið ykkar að meta. Já. Svo hérna spurning frá Anna hjá Mými, var hægt að setja upp einhvers konar hugmyndasamstarfi milli símenntunarmiðstöðva eða dæmi í framhaldi af þessum fundi? Bara spennandi hugmynd. Algjörlega, ekki spurning. Ekki spurning og hérna og sem sagt klárlega hægt að því ég held að styrkurinn og lykillinn sé í einmitt því að ná öllum saman sem helst skilur og þá á sama tíma bara heyra allra sjónarmið þú veist svona þeirra þarfir og fleira til þess að við getum kannski hnoða saman í rauninni hvernig þetta myndi virka best. Sveinn svarar hérna takk fyrir góðan fund, við hjá FA erum tilbúin að leiða áframhaldandi samtal framhaldsfræðslunar við LearnCov ef áhugi fyrir hendi. Við teljum að þessu umgjörð henti vel fyrir auki samstarf framhaldsfræðsluaðila sem nauðsynlegt í framtíðinni. Þannig að þetta svarar líka væntanlega þá spurningunni þinni, Anney. Þannig að já, ég held að það sé ekki spurning að við tökum næsta skref í framhaldinu. Og hérna, og þá er það bara hvort við höfum sama form á, við þurfum bara kannski að ræða aðeins hérna við ykkur, Gunnar og Heiða og Sveini, hvort við viljum búa til svona fundar eða hafa eitthvað annað form á því. Algjörlega. Þetta bara endilega bara tökum þetta áfram og einmitt og setjum kannski eftir hennar fundi yfir hvernig svona hvert besta formið á því væri og svona best næstu skref. Og við bara hlökkum til að fara nánar inn í samtalið og ótrúlega gaman eins og sé og bara ákveðin forréttindi líka að fá einhvern veginn að sjá þessa heildarmynd og finna leiðir til þess að útkomu sem best niðurstaða fyrir alla. Já, takk Gunnar og Heiða og þið öll fyrir þennan fund. Ég vil bara ítreka að við teljum að þessi umgjörð geti hentað mjög vel og við þurfum að bregðast við þessum aðstæðum sem eru núna og munu verða í framtíðinni með án COVID að þetta aukna samstarf það skiptir gríðarlega miklu máli sem að gæti þá leitt til aukinna sérhæfingar líka framhaldsfræðsluaðila. En það engin þvingaður í þetta samstarf, við erum bara tilbúin til að vera þessi kanall sem að hefur samband og leggur fram einhver drög að samstarfi en hér líka mikið pláss fyrir einstaklingsframkvæmd, einstaklingsfrumkvæði og einstaklingsframtak hverra miðstöða. Kæra þakkir. Glæsilegt, takk fyrir það. Já, eru fleiri spurningar? Bara hérna. Já, hlökkum til frekara samstarf, segir Guðfinna og þakkar fyrir. Glæsilegt. Og þannig að, já, hérna ef það er ekki meira, ekki meira sem brennur á fólki að spyrja í bili allavega, ef við þá ekki bara segja þetta gott og síðan tökum við upp þráðinn. Og ég hvet alla til þess að bæði skoða myndböndin og sjá hvort þetta eitthvað sem að vekur frekar áhuga og eins líka að hafa samband við ykkur og fá pröfuaðild því að það oft bara það að fara aðeins inn í kerfið og byrja að fikta, það skýrist allt miklu betur við það. Mér fannst það allavega þegar ég fór að pröfa og þetta mjög einfalt og notendavænt, upplifði ég. Akkurat. Ok. Ég kannski fæ kannski halda þér aðeins áfram, Gunnar. Já, ekki mál. Augnablik, en bara þakka hinum öllum fyrir fundinn. Takk. Akkurat. Bara takk hérlega fyrir og gaman að hitta ykkur öll, þó að sé svona rafrænt. Já, takk hérlega fyrir, gaman að sjá okkur. Okay. Takk hérlega fyrir fundinn, mjög áhuga. Takk. Það er það sem ég er að velta fyrir mér. Sko, Gunnar, það er þannig að ég reyndi að taka upp á minni tölvu og hún leyfði mér það ekki. Já, ok. Þannig að Arnar vinnufélagi minn, hann setti upptökun í gang þegar ég var margbúna þegar hún valdi á depending hjá mér, sko. Já. En hann tók upp í sinni tölvu. Já. Og hann er að spyrja hvort ég geti vistað það, ég er ekki alveg viss, sko, bara til þess að hann heldur að þetta vistist sjálfkrafa.
Já, hann segja, sko, ef maður með á recording þá á það held ég að vista sjálfkrafa, já. Já, þá fer það bara ábyggilega inn á hans svæði. Þá maður ekki að fara held ég inn í eitthvað folder og náði í það sem er vistununa ef ég skil það rétt. Einmitt. Þannig að, Takk upp og svo bara, það er spurninga því við viljum ábyggilega setja þetta á okkar útbrás og senda svo hlekka á þá sem